velkomin að Rauða borðinu í eftirmiddaginn á föstudegi klukkan 4. Þá förum við yfir fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki. Og hingað það komið. Það Sara Stef Hildar, feministi. Snorri Páll Jónsson, lausamöður. Lenya Rún Taha Karim, varaþinguna, sem situr á þingi núna. Og Snorri Sturluson, kunningjarmaður. Verið velkomin. Herðu, það það stærsta frétt vikunnar að það var kosin í forseti á Íslandi? Það rétt sleppur inn í vikuna, kom í ljós, aðfaranótt sunnudagsins síðasta. Eiginlega snemma í fyrstu tölum, rúmlega svona melluleitið á laugardagskvöldið. Fagnaði þú, Sara? Konakosin? Konakosin, sko, það voru margar konur og karlar sem glöddust yfir þessu. Þetta var mjög svona hefðbundin kvenleg kona sem að fekk sætið. Venjuleg kona? Venjuleg kona, það ekki? Mjög svona hefðbundin. Ég var búin að fylgjast talsvert með henni því ég lenti í svona samfélagsumræðu samtölum hana að ég hafði sérst áhyggjur af svona hennar farangri. Núna fortíð. Já. Og í myrkviðum kapítalismans. Já, myrkviðum kapítalismans. Ég hafði svona smá áhyggjur af því sko að mér fannst erfitt að sjá hvernig hún gæti einhvern veginn kasta þessu af sig bara svona eins og skvettir af sér vatni. Já. Og að því mér fannst eiginlega orðræðan hennar öll vera ennþá svona mjög einstaklingsmiðuð sko. Hún talaði voða mikið hugrekki, hún talaði val, hún myndi velja að gera gagn. Og hún myndi gera það, þannig að hún var greinilega í stöðu til að gera gagn og þetta hugrekki. Þannig að þú getur næstum því bara valið að sýna hugrekki og þannig gætur manngildis hugmynd nýfrjálshyggju tímana. Svolítið, sko. Og svo náttúrulega öll þessi sjálfshjálpar umræða. Og þessar sjálfshjálpar bókmenntir, þær bara sögulega hafa náttúrulega bara, þær hafa svona beinst að konum mjög mikið. Og það getur verið skárri. Já, ég meina þetta svona svolítið eins og gerist líka eftir seinna stríð, að þá eru hreingerninga-iðnaðurinn tekst allur á loft og konum svona beint þangað að verða sérfræðingar í þrifum og húsverkum og heimilsverkum. Og þetta svona, það hefur verið talað þetta með svipuðum hætti, sko. En hún ekki sérfræðingur í þrifum, en maðurinn hann kokkur. Já, ég veit ekki. Þannig hann eldar á bestan. Já. Ég held samt líka bara, jafnvel þó að hún hafi einhvern bakgrunn hjá Viðskiptaráði Íslands, þá hún bara, forseti Íslands, þetta ekki þannig embætti að það sé hægt að gera eitthvað með það. Ég allavega hvernig ég lít á forseti Íslands, það bara, talsmaður okkar á alþjóðavettvangi og bara öryggisventil þjóðarinnar ef að alþingi ætlar að koma einhverju hræðilegu í gegn. Þú lýsir vel á Höllu í þessu hlutverki? Já, ég held að hún sé að fara að standa sig bara mjög vel, sko. Ég af kappræðunum og kosningabartuninnar að ég var bara svona að horfa til þess bara hver hún í dag, hvaða hlið hún sýndi, þá held ég hún sé bara mjög málefnaleg með hjarta á góðum stað, hún allan að meina vel og ég held að það sé bara svona er það ekki bara það sem við erum að leita í forseta? Jú, ég held hún sé vænsta kona, sko, ég ekki að segja það, ég held hún hafi bara pottþétt bara mjög hlýja nærveru og gott að tala við hana, sko. Þessu sem voru efstir fannst mér hún vera með mestu gagnrýni á samfélagi eins og þeir núna. Já. Hún talaði að fyrirtækin væru villibrudd, við erum að rífa þau upp úr hvað heitir þetta svona einstyrkislegri trú nýfrjálshyggjuáranna að þau væru bara rekin til þess að skila eigandi sínum arði. Og hún var með gagnrýni á stofnanir samfélagsins af þessum sem voru efstir, það fannst mér hún vera með mest gagnrýni, hún var með mjög gagnrýni á utanríkisstefnuna og öryggisstefnuna vopnaflutninga til Úkraínu og talaði að við ættum að stefna því að hafa frið í Úkraínu í staðinn fyrir að magna stríð. En það sjáum við bæði Diljá Mist og Þórdís Kolbrún eru búin að vera allar þessa vikur að tala ofan í hana. Akkurat. Öryggismálum. Já. Ég fekk líka þessi tilfinningu fyrir henni að hennar track record sem sagt í kringum hrunið og hvernig hún svona beitti sér þar í sambandi við Auði og annað og sagði svona dálítið skilið við þennan darraðadans sem var í gangi, sko, að ég svona mikið svona bara skynsemiselement sem að ég fekk frá henni, sko. Ég líka, sko, mér fannst bara rosalega flott að hún
og Steinunólina voru svona fyrstu frambjóðandurnir og eiginlega einu fyrir utan Baldur sem kom síðan mjög bara sterkur inn sem að tóku bara svolítið strangt til orða varandi aðgerðir Ísrael gagnvart Palestínumunum. Það er bara þau kölluðu þetta þjóðamorð. Halla, hún var ekkert að reyna svona hvað afsakið slettur að softbolla þetta. Ég sá það alveg svolítið í sko kappræðinum eða pallborunum sem að voru í sjónvarpinu, þið voru einhvern veginn svona að nálgast þetta eins og þetta væri bara ógeðslega viðkvæmt mál. Eins og þjóðamorð, það mætti ekki benda á það í sjónvarpi að það sé þjóðamorð að eiga sér stað, það þurfi að kalla þetta eitthvað annað. Ég fílaði þetta sko. Ég fílaði þessa nálgun. Steinunólina, hún var sko svo fyrsta held ég. Já. Af frambjóndum til þess að taka svona strangt til orða, síðan kom Halla í kjölfarið sem að mér fannst bara flott sko. Af þessum topp sem að voru efstu 5 sætunum, efstu 5. Já. Hún var svona afgerandi í þessu. Já. Hún sagði þjóðamorð, á meðan að voru vöflur á Katrínu og Höllarund. Ég mista þjóðamorðsumræðinni, að ég tók eftir síðustu umræðunum, það enginn þeirra sagði Ísrael þegar þau voru beðin að segja Ísrael. Ég sagði Halla Tómasar ekki Ísrael. Nei, ekkert þeirra. Já, mér fannst líka bara eins og Jóngnar, hann var búinn að vera bara með einhver svona eina línu, bara þetta sem er í gangi í Palestínu er ekki í lagi, ég veit ekki hvort hann hafa kallað þetta þjóðmorð, síðan í síðustu kappræðunum einhvern veginn svona dró hann í land og vildi ekki vildi ekki, ég veit ekki, kom með hot take held ég, mér finnst það bara skrítið til að byrja með, þetta sé eitthvað hot take það sem er í gangi, það sé verið að deila það. En já. Jóngnar var mjög svona herskár varðandi Úkraínu, bara sendaði vopn eða vilja vopn. Þetta er bara fáránlegt að senda þeim útlimi fyrir þá sem að þetta séu margir útlimalausir. Vildi bara út að senda þeim vopn. Nú er sko Úkraína með stuðning margra ríkja sem eru með hersjálf, eru með meira í ríkissjóði heldur en við hér á Íslandi. Ég veit að við erum í NATO, gerum alveg grein fyrir því, en við erum herlaus þjóð og við eigum allt okkar undir að önnur ríki virði alþjóðareglur. Það er bara vissulega rétt, en það að eyða skattfé almennings í að stuðla að meira ófrið í stað þess að reyna að hvetja fólk til þess að koma að samningaborðinu, og ég veit alveg, kannski er það ekkert að skila neinu, en ég er bara einhvern veginn svona, mér finnst það svolítið óþægilegt að við séum að eyða peningum Íslendinga og íslenskra skattgreiðenda í að senda vopn til Úkraínu þegar við erum herlaus þjóð og kannski erum við, ég veit ekki, kannski erum við svona aðeins í umræðinni talað að við gætum ekki skilgreint hvert við ætti að fara. Jú, við getum alveg það hefur nefnilega verið skilgreint en allt í einu núna var farið að kveikja, ég heyrði bara þessu umræðu sko, það var greinilega að byrja að kynda undir þessu að við gætum ekkert sagt til, við erum bara, að láta fyrir af hendi og svo því bara ráðstafað. Við værum bara að borga skatt og ræðum eitthvað. Þetta er náttúrulega verið að búa til á ákveðna orðræðu sko, við höfum ekkert vald sko. Ég meina þetta skýtur líka svolítið skökku við þegar við sjáum tregðu stjórnvalda í að taka afstöðu til þessara hörmungar sem eiga sér stað í Palestínu. Ég meina við fyrirverandi utanríkisráðherra, hann frysti greiðslur til mannúðar aðstoðar í Gaza, á meðan núna erum við að senda við erum að fjármagna vopnakaup til Úkraínu. Ég styð auðvitað bara baráttuna sem er í gangi þar og auðvitað þetta hefur verið í gangi rosalega lengi og Alþingi Íslendinga tók bara rosalega sterk afstöðu til aðgerðar Rússlands gagnvart Úkraínu en vopnakaup, mér finnst það bara að vera allt annað mál, sérstaklega hvar við höfum verið. Það er til eitthvað sem heitir þjóðaröryggisstefna sem er samþykkt á þingi og þar stendur að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstóð í vörnum Íslands og megin vettvangur vestrænnar samvinnu sem Ísland tekur þátt í á borgaralegum forstum til að efla eigið öryggi og annarra bandalagsríkja. Þannig að það er svona verið að láta í veðri vaka það að senda vopnin síðan einhvern veginn sjálfsagt liggið í að við sem í NATO, en það eiginlega brýtur í bága við hefðina hvernig við höfum haft þetta og núgildandi þjóðaröryggisstefnu, en það er alltaf verið að láta eins og þetta sé ekki stefnubreyting, en þetta er bara eitthvað sem ráðherrarnir tóku ákvörðun, á þess að ræða við þingið, á þess að ræða við þjóðina og það er ástæðan fyrir þessari andstöðu við þetta.
Já. Ég alveg sammála því að við sem herlaus þjóð og hafandi verið herlaus þjóð í raun og veru alltaf eigum að forðast að bendla okkur svona með svona beinum hætti við stríðsátök sko. Og hittir svona mál fyrir hvernig heimurinn að díla við og við Ísland með talið við Ísrael-Palestínu ástandi skilur það náttúrulega bara dálítið óskiljanlegt eiginlega sko. Og þegar að þegar að innrás Rússa til Úkraínu var og kom inn að holskefla flóttafólki sko að þá var því bara fagnað og tekið á móti því og fengur bara allir kennitölu og ársdvalarleyfi og ekkert mál sko og svo auðvitað allt annað upp á teningunum með flóttafólk annars staðar frá og allt svoleiðis sko. Ríkisstjórnin í kappi við að breyta útlendingalögum svo að við þurfum ekki að taka á móti flóttafólki úr Palestínu. Ég held þessar breytingar séu bara til þess sko. Og bara öðrum átökum á þessu svæði í heiminum. Mér langar að segja sko, ég misti nú eiginlega strax af forseta umræðunum okkar eða sérst, misti að ég koma inn en varandi þetta með Úkraínu, ég nú sko ekki hliðollur Sjálfstæðisflokknum eða Þórdísi Kolbrúnu sko, en til þess að við séum ekki öll sammála þá finnst mér samt alveg áhugaverður punktur í þessari grein hennar í gær, þessi punktur að sko það get ekki verið það sko að Íslenska ríkið get ekki ákveðið í hvað peningarnir að fara út frá því hvernig okkur líður. Við viljum að senda plástra vegna þess að þá líður okkur betur. Ég meina Ísland styður Úkraínu og styður þá varnir Úkraínu að Úkraína verji sig og við styðjum þá auðvitað sko Íslenska ríki styður auðvitað bara vopnaburð úkraínskra hermanna. Við getum ekkert látið þess að við séum friðsöm þjóð vegna þess að við erum ekki með her. Ég meina það bara aðrir sem halda vopnunum fyrir okkur. Ég meina Haukur Hilmarsson vinur minn sem fór nú mikill friðasinni og lést síðan í vopnari baráttu í Kúrdistan. Hann lagði mikla áherslu alltaf á þetta þegar fólk talaði um að Ísland væri herlaus þjóð. Ísland ekki herlaus þjóð. Þetta ekki herlaust ríki. Það aðrir sem halda vopnunum fyrir okkur. Þannig að ég verð að segja sko þó ég sé hjartanlega ósammála. Skilgreinur að við séum í stríði í Úkraínu. Ég held við hljótum að vera í stríði í Úkraínu fyrst að Íslenska ríki styður. Við erum í NATO sem ekki friðarbandalag, það hernaðarbandalag. Ég lít ekki svo á. En ég veit að Þórdís Kolbrún lítur svo á að Úkraínumenn sé að berjast fyrir okkar gildi og með alls konar svona hugmyndir en ég bara ekki á því. Og þeir sem hafa allir gagnrýnt upp á síðkastið, ég hef tekið eftir allir í gagnrýninni á stuðning Íslands við Úkraínu og reyndar líka í grein Þórdísar Kolbrúnar, það eru báðir aðilar, vísa allir frekar mikið í ljóð eftir Huldu, hver á sér fegra föðurland. Það voru bæði vinstrimenn og hægrimenn sem að vísa þetta ljóð sko, sem á að vera svona einhver yfirlýsing hlutleysisstefnu Íslands, þetta ljóð sem samið og vinnu samkeppni við stofnun lýðveldisins og þetta ljóð í rauninni engin hlutleysisyfirlýsing, þetta ljóð eiginlega svona yfirlýsing undantekningar stöðu sem Ísland á að hafa. Drottin á bara að passa að sko heimsins að hryllingur heimsins sko haldi sér frá landinu. Við getum ekki værið okkur við svo fá. Já, bara við erum svo fá og við erum svo friðsöm og það er allt svo gott hjá okkur. Þannig ég veit það ekki alveg, Við erum bara að fá að vera súkkulaði. Já, í rauninni sko. Og þannig ég bara, ég tek ekki undir það. Þú vilt bara fara í stríði í Úkraínu? Nei, alls ekki. Ég vil ekki vera í stríði í Úkraínu. Og en ég bara hugsa þetta út frá sko ríkinu. Út frá ríkinu. Hvernig sé ríkið þetta? Getum við bara sagt, okkur líður ekki nógu vel með það að peningarnir okkar fari í byssur sem einhver nota til þess að drepa eitthvað. Ég menna, við erum alltaf með blóð á höndunum. Það í símanum okkar og... Við höfum ekki sendt peninga í byssur fyrir en nú þetta ríkisstjórn gerir það. Nei, við erum hluti af alþjóðlegu hagkerfi sem bara... en við höfum, það sem að tala að við höfum látið peninga inn í NATO, það til að reka aðalskrifstofunar hann, eru þeir ekki í Brussel? Bara fyrir ykkur að sendla og veggfóður og eitthvað svona dóttir. Það fyrir ekki í En enga síður NATO? Já, það er til þess að reka sko aðalskrifstofuna, það munur á því og ég hef stundum með hann í heimsóknan Hilmar Þór Hilmarsson sem er prófessor á Akureyri. Hann segir að það sé gegn öryggishagsmunum Íslands að senda vopn á vígvöllin til þess að þeir sem eru notuð til þess að drepa fólk. Því það bara skapar öryggi til okkar, af því að þeir sem við erum að drepa, stríði kemur alltaf heimtíðin, þannig að borga sig ekki því ekki að vera í stríði sko. Þegar þú getur ekki varið þig, af því að við erum svo fá ef við getum það ekki, þannig við erum eiginlega að kalla yfir okkur sko hefndaraðgerðir Rússa. Þú tekur sér því
til þess að vera að Þórdís Kolbrún geti verið svona með hinum utanríkisráðherrunum og upplifa að hún sé svona jafngóð og þau. Þetta bara hjákvæðlegt, sko. Já, en á sama tíma, það sem ég finnst kannski áhugaverðar við grein Þórdísar er að hún svarar þarna, hún spyr hvers vegna kaupa Íslendingar eða styðja Íslendinga vopnakaup fyrir Úkraínu og svo svarar hún þarna í fyrstu 3 málsgreinum og ég get ekki haft það orðrétt eftir henni. Ég skal lesa það bara og þið getið haft Gaza í huga á meðan ég lesta. Einfalda svarið þessari spurningu er vegna þess að fólk sem berst fyrir sjálfstæði sín og frelsi gegn blóður innrás þarf vopn til að verja sig. Ef við ættum vopn þá myndum við senda þau. En þegar kemur að fjármagni þá viljum við nýta þau til brýnustu þarfa Úkraínu samkvæmt þeirra eigin mati sem er vopn. Þannig að við ættum samkvæmt þessu að senda Palestínumönnum vopn og Gaza. Ég minni á sko við ég segi alltaf við en bara þegar að Bjarni Ben var utanríkisráðherra þá fristi hann fjárveitingar til mannúðaraðstoðar í Gaza. Ég meina þessi tvískunningur hann fer illa í mig og hann er svo augljós og ég held að það sé líka sem að ýta undir þessa andstöðu við þessi vopnakaup eða við þessar fjármagnanir einmitt til vopnakaupa í Úkraínu. Það er ástand akkurat núna í heiminum og við erum bara einhvern veginn svona afsakið slettuna aftur að cherrypicka hverjum við hjálpum og hverjum ekki á grundvelli á ég að ganga svo langt að segja húðlitar og þjóðarnir. Það er akkurat það sem ég veist áhugavert vegna þess að sko við getum kallað þetta tvískinnung og við getum kallað þetta hræsni en leið þá er náttúrulega pólitík í gangi og það er, mér finnst bara mjög valið að velta upp hvort það sé akkurat rasismi í gangi og það er líbanskur hagfræðingur sem heitir Nassim Taleb sem að skrifaði nýlega birti nýlega svona tweet eða hvað sem þetta heitir, svona færslu á Twitter þar sem hann sagði það er ósangjart að líkja saman stríðin í Úkraínu og því sem er að gerast á Gaza vegna þess að Pútín lítur í það minnsta á Úkraínumenn sem fólk og vill innlima það inn í rússneskt ríki meðan hún lítur á Palestínumenn sem meindýr sem þarf að eyða. Þannig að sko það eru auðvitað það eru ástæður, ég meina, ég veit ekki hvað ég segja, það eru bara góðar ástæður fyrir því að þetta svar Þórdísar Kolbrúnar á auðvitað alls ekki við ef hún væri spurð út í Palestínu. En það styður hún ekki í Palestínumenn? Nei. Og hún þarf ekki að segja það, við sjáum það auðvitað bara verkumennar og verkum þessar ríkisstjórnar. Við hefum aldrei lýst yfir stuðningi við. Og það er náttúrulega tvískinnungurinn en síðan ef við skiljum Úkraínustríðið eftir að þá er munur á því hvort það séu sko send vopn og líka með hvað rökum það er gert. Það er eins og Úkraínumenn vilji bara vopn. Það er óheyrilegur fjöldi af Úkrænumönnum sem eru útlimalausir eftir stríðið. Það er náttúrulega búið af 20.000 sem hafa sæst í stríðinu og það að gera það fólki fært að stunda vinnu er náttúrulega stuðningur við bara efnahag Úkraínu til þess að þau geti staðist þessi átök sem eru gangið í gegnum. Þannig það er ekki þannig að Þórdís Kolbrún hafi komið eitthvað fund og boðið Zelenski sko gervifætur og hann hafi fussað yfir því og ég hef ekkert að gera við gervifætur og þetta fólk má bara ferðast á sko hlaupabrettum fótalaust mín vegna en þetta bara hergögn. Það er ekki það sem bara til að sko aðeins að skýra afstöðu minna það sem ég ábara við er að ég held persónulega að það skipta ekki máli hvort að peningarnir sem maður notaði til að kaupa sárabindi og gervifætur séu eitthvað merktir Íslandi eða einhverju öðru ríki. Ég áttum ekki á því, ég meina ég efast að það sé þannig ef að Ísland kaupi ekki plástrana þá kaupi enginn plástrana. Ég meina ég bara lít svo á að stuðningu við þetta við þessast varnir Úkraínu þetta er bara einhver pottur og íslenska ríki styður Úkraínu. Ég held að þetta tengist sjálfsmynd Íslendinga að við séum svo friðsæl og einmitt fjarri víga slóð sem eru úr þessari. Það finnst þér ekki sólít að segja að við kaupum ekki vott til að drepa fólk? Við kaupum fætur til þess að lækna fólk. Ég meina, auðvitað vil ég ekki að fólk sé drepið. Ég er ekki þar. En ættum við ekki að senda líka gervifætur til Rússlands og lækna þá? Jú, algjörlega. Það gerði Flóri Snædal. Ég meina, við höfum einhver ákveðna sérstöðu þegar kemur að varnarmálum og það er bara, þú veist, við erum ekki með her. Við erum herlaus þjóð, við höfum aldrei verið í átökum. Þannig að, þú veist, akkur ekki bara að nýta okkar burði og þá aðstoð sem við getum búið fram í að staula friði líka. Þetta er réttlætanlegt. Það er enginn að fara að vera eitthvað, heyrðu Ísland, akkur er þið ekki að fjármagna vopnakaup þarna? Jú, ég held að sé fólk sem að segja þetta á fundunum. Sko, málið er það að þessi stefna sem er rekin er drifin áfram af Pentagon og bandaríska þinginu. Þar eru sko líklega 70% af þingmönnunum sko styrktir af vopnaframleiðum og þeirra hagur er að Evrópuríkin greiði inn í sjóði til þess að kaupa vopn sem að enda hjá þeim.
Þeirra hagur ekki það að Íslendingar kaupi sko gervifætur eða sáraumbúðir og flytji það. Þeir græði ekkert á því. Og þess þá helst að gera það ekki. Það sem að Bjarni og Þórdís Kolbrún mæta að komið þeim með pening og kaupið vopn. Það krafa sem á þau og þau láta undan. Til að vera fullgildir meðlimir í þessu samfélagi. Ég held að það sé sagan að baka. En ég held líka bara innaður. Ef að við myndum standa í lappirna gegn þeim, við höfum gert það hingað til, þangað til að þessi ríkisstjórn tók við, þetta réttlætanlega afstaða fyrir 400.000 manna þjóð sem herlaus og bara að reiða á hin ríkin að verja sig. Alveg eins og kom fram hérna áðan, við erum að bjóða einhverjum átökum hingað heim með því að vera fjármagna vopnakaup, ofbeldi. Mér finnst stór munur á því að gera þetta sem við verðum að gera núna að með beinum hætti að fjármagna vopn heldur en að setja peningana í eitthvað annað og það alveg hægt að vera hluti af einhverju hernaðarbandalagi en að vera, þú veist, innan gæsalappa góði gæin í því hernaðarbandalagi og vera sá sem að talar innan þess bandalags og segir nei, við viljum ekki íta undir átök með því að með beinum hætti borga fyrir vopn. En einhvern þarf að borga fyrir skrifstofunar? Já, og einhver borgar fyrir vopnin og einhver borgar fyrir plástrana og allt það, en það alveg, þú veist, það alveg hægt að rekja, þú veist, chase the money, þú veist, sjáðu bara, þú veist, put your money where your mouth is. En það vegna þess að við sko trúum því eða trúir fólk því þá að við séum raunverulega að stuðla að minni átökum í heiminum, eða þetta sem hún segir, Þórdís Kolbrún, að þetta sem við bara hvernig okkur líði, eitthvað til í því? Örugglega eitthvað. En það ekki alveg valið líka að tilheyra þjóð sem að hver sjálfsmynd að taka ekki þátt í vopnuðum átökum? Jú, ég veit það ekki. Ég held að geti verið hættulegt, sko. Ég held að sé ekki sjálfsagt og árið 2007 til dæmis kom út skýrsla sem að fjöldi fólks úr menningarlífinu og viðskiptalífinu og fleiri geirum samfélagsins tók þátt í að skrifa sem hét Ímynd Íslands og var svona stefnumótunarskjal það hvernig ætti að bæta ímynd Íslands og viðhaldinni á erlendum vettvangi í viðskiptalegum tilgangi fyrst og fremst og meðal þeirra hugmyndar sem voru nefndar þar voru að í skjóli þessa herleysis og þessara friðsæftar sem ríkja á Íslandi ætti að bjóða börnum frá stríðsjáðum löndum að koma til Íslands, dvelja hérna í viku og fara svo aftur tilbaka sem sérstakir friðar sendiherrar Íslands í þeim tilgangi að bæta að stuðla að einhverjum auknum viðskiptatækifærum Íslands erlendis Ég bara segja að ég held að sé hættulegt að identifikera svona mikið sem þessi saklausa friðlausa þjóð einhvers staðar norður í Atlantshafi. Við erum fá í stóru landi og við getum ekki varið okkur eins og sannaðist í seinni heimsstyrjöldinni og það þannig að Bandaríkjamenn mun ekkert verja okkur. Það bara líklegt að þeir munu verja Ísland til að vera sína hagsmuni og þannig bara staðan. Þannig að eins og Hilmar Þór til dæmis þannig að hann telur það bara að vera meikar engan sens fyrir ríki sem ekki með her og getur ekki varið sig að vera að kaupa vopn af því það bara eykur hættuna að vera ráðist á þig. Það punktur En það var annað sem að halla þegar við byrjum að tala um forsetann. Hún fór lengra í sambandi Úkraínu. Hún sagði að við ættum að tala fyrir friðarviðræðum sem náttúrulega, sem að líklega hefur valdið meiri ákefð hjá Þórdísi Kolbrúnu og Diljá Mist til þess að svara. Þetta náttúrulega þeirra stefna og stefna Íslands í Úkraínu núna fullnaða sigur á rússneska hernum á vígvellinum sem að ég held að sé ekki nokkur maður, ekki einu sinni þær tvær, trúið að verði. En ég held að þetta við kveikt í þeim að svara nýkjörðu forsetans af svona mikilli ákefð. Af því þetta eiginlega grundvallaratriði, þetta sé heilagt stríð okkar gildi og við munum tortímast ef við vinnum ekki fenja skrýmslið á vígvellin. Ég held að við lifum í einhvern svona heimi. Hvað segir þetta? Þetta náttúrulega mjög djarft hjá Höllu Tómasdóttur að segja að við höfum að starta friðarviðræðum milli Úkraínu og Rússa. Ég veit ekki alveg hvort að við ættum að vera leiðandi fyrir ekki ég veit ekki alveg hvort við ættum að vera leiðandi í þessum viðræðum en þetta náttúrulega bara þessi yfirlýsing hennar og bara þessi tillaga hennar alveg í takt við þingsályktun tillaga sem að Alþingi samþykkti 2022 bara tala fyrir friði og fara aftur á samningaborðinu hvetjaðu til þess að fara aftur á samningaborðinu en að leiða þetta, ég veit ekki alveg með það Ég held hún að ekki nefnt það, heldur bara að tala fyrir því En það er mjög áhugavert að þú bara að tala fyrir því það er bara
þetta er ekki... Nei, mjög áhugavert, þú kallir það djarft, sko. Það er nefnilega bara gegnumgangandi hérna í allri umræðu er að það sé eiginlega bara ein leið út úr þessu, það er fullnaða sigur, líklega Moskva brenni eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig fólk sér endapókin. Já, einmitt. Það er þannig. Þetta er náttúrulega bara ofbeldisfull lausn til að byrja með og hérna, ég veit ekki, mér finnst þetta ekki verið takt í takt við stefnur Íslands þegar það kemur að alþjóðlegum áherslum okkar. Bara ímyndin sem að við höfum haldið hingað til út af við, en það má alveg deilum það. Já. Bjarni Ben gerði varnarsamning í Úkraínu. Við borgum 4 milljarða ári meðal annars í vopn og í 4 ár. Það eru 16 milljarðar sem hann skrifaði undir. Ég held að það hef ekki verið umræða á þinginu þetta eða? Ekki svo ég viti, ég náttúrulega var bara komin í gær, en höfum í huga hérna það verið að kynna fjármálaáætlun í síðasta mánuði, minni mig, og þar kemur bara í ljós að ríkissjóður verður rekinn með 100 milljarðar króna halla út árið 2007 og hér eru við eða 16 milljörðum án aðkomu þingsins. Ég veit ekki hvort þetta sé einhver, að ég er bara í alveg ekki nógu vel að mér í fjármálum varðandi varnarmálum, hvort það sé einhver sér sjóður sem er lagður til hliðar eða hvort þetta sé bara, ég veit ekki alveg sko, og ég veit ekki alveg hvort að þetta séu vinnubrögð sem að eru, ég veit ekki, ásættanleg eða hvort þetta hefði átt að fara fyrir þingi til að byrja með. Þetta er væntanlega umfram, það er eitthvað fastagjald sem við borgum í NATO. Þetta er væntanlega umfram það, lítur að vera umfram það, annars væri ekki verið að tala um þetta. Það er mikil þrýstingur á Íslendinga að eyða meira í varnar- og öryggismál og það er hérna, krafan í NATO er að allir eyði 2% af landsframleiðslu sinni sem væri 90 milljarðar á Íslandi. Íslendingar hafa eitt innan við 2 milljarða í NATO og svona eitthvað tóttir í. En maður upplifir að ráðherrarnir sem sitja á þessu fundum viti að sko krafan mun alltaf vaksa á að við eyðum þessu og þess vegna hafi Bjarni litið á þetta að væri mestu í peningar sem við myndum alltaf þurfa að eyða og kannski upplifir hann þannig að þess vegna geti hann bara samþykkt þetta og þurfi ekki að spyrja þingið eða þjóðina eða neitt af því að kallanir sem eru með honum fundi hafa svona að gefa þetta kynna að þið verði nú að fara að taka veskið drengir. Já, við lifum alltaf tímum þar sem er mikill ófriður og hann færast nær okkur og hérna það eru meiri stríðsátök held ég, núna heldur en hefur verið í talsverðan tíma og það er ekkert langt síðan að Trump sagði líka hérna að hann ætlaði að fara að hætta að styrkja NATO að því að svo mikið af þjóðum sem borga ekkert inn í þetta og Bandaríkjamenn beru svo mikið hittan og þungan af þessu og svo framvegis. Það er rosalega harður áráður rekinn fyrir því að þú veist, stríðsvélin og vopnavélin er alveg hrikalega öflugt afl í heiminum og í Bandaríkjunum sérstaklega. Já, ég meina við lifum bara núna, þetta er bara svona military industrial complex tímar. Þetta er bara full blown það. Og þessi orð Trump sem mitt, ætlaði hann ekki að refsa öðrum aðildarríkjum? Hann ætlaði ekki að senda bandaríska hermenn í því að verja land sem ekki borgaði þessi 2%. Gæti áttu við Ísland. Nákvæmlega. Svo galið. Og ég held að það sé líka að gleymast umræðinu, þetta var meira í umræðinu sko kringum þetta með Kárahnjúkavirkjun, byggingu Kárahnjúkavirkjunar að svona eitt stærsti iðnaðurinn á Íslandi er þetta áliðnaðurinn og áliðnaðurinn síðast þegar ég vissi það er svona áætlað að svona 30% af öllu áli í heiminum framleiddu fari til hergagnaðiðnaðarins og ég átti einhvern veginn orðaskipti eða ritdeilu við Ernu Indriðadóttur fyrrverandi fréttamann sem var þá upplýsingafulltrúi Alcoa það voru upplýsingafulltrúar álfyrirtækinu og orkufyrirtækinu voru allt gamli blaðamenn og hún var á Reyðarfirði og þetta var held ég 2008 og þá hafði Björk og Sigurrós og eitthvað fleiri svona listamenn stóðu að tónleikum sem voru gegn stóriðjustefnunni og þau kölluðu, ég held að Björk hafi kallað Alcoa vopnaframleiðanda og Erna Indriðadóttir verður alveg brjáluð og skrifa grein í Mókana sem hún segir að Alcoa getur nú engur ráðið það hver noti álið sem þau framleiða og í hvað og ég fer að fletta þessu upp og opna bara heimasíðu alcoa.com sko bara stóra móðu fyrirtækisins og það er bara Alcoa að groppa sig af öllum nýju samningunum sem þeir hafa nýlega náð sko við bandaríska herinn og
við vopnaframleiðendur Lockheed Martin byggingu eða þróun F-35 orrustuflugvélanna sem eru náttúrulega núna að fljúga yfir Gaza og sprengja þar. Þannig að þetta eru þetta hér, við tökum þátt í þessu og þetta er þú veist, jökulárnar á Íslandi renna til þess að skapa orku til þess að framleiða vopn, sko. Þannig að þetta er nær okkur heldur við oft viljum vita, sko. Já, en síðan aftur á móti, þú veist, ég veit ekki alveg hvað samkeppnislög gilda í Bandaríkjunum en hérna á Íslandi allavega, þá er einhvern veginn ekki hægt að mismuna á markaði sem að, þú veist, ríkir samkeppni á ef að það er einhver sem að vill stunda viðskipti við þig, þá getur ekki neitaðanum, allan hvernig ég skil þetta, þá getur ekki neitaðanum og grundvelli þess að... Jú, þú getur bara sett lög þar sem að þú mátt kaupa orkuna á þessu verði ef þú framleiðir ál í friðsamum tilgangi, ef við verðum uppvísað því að selja ál til sem endar í vopnum á tökum við að leyfið. Það er vissulega rétt, það er nefnilega... Þetta er löggjafans, þetta er ekki eitthvað sem að álfyrirtækin geta ráðið. Nú er ég ekki stóriðju dýrkandi, en ég bara svona... En ég meinti þetta heldur ekki endur þess að kalla eftir þessu, sko, heldur, ég meina þetta er svona raunveruleikin áliðnaðurinn er í nánu samstarfi við hergagnaðinaðinn og það, ég veit ekki hvort það breytti neinu ef að Ísland reyndi einhvern veginn að koma í veg fyrir að ál framleitt á Íslandi færi í vopn, sko, en bara svona sem innleikin í umræðunum það, sko, hvar við stöndum í þegar kemur að bara stöðu ófriðar og hernaðar í heiminum, sko. Það mátti voða lítið segja þetta á þessum tíma 2007-2008, það mátti ekki tala um þetta, það láta eins og að það kæmi okkur hvorki við hvaðan hráefnið í álið, sko, kæmi nýja hvert álið færi svo eftir að það væri framleitt hérna. Eins og við sem alltaf út fyrir sviga bara. Ég er alveg sammálaður, bara eins og varst að tala áðan, skilur þú veist þessa ímynd og það getur verið hættulegt að hafa þessa ímynd það að við séum einhvers konar við séum svona eins og hrein mey einhvers staðar í norður í hafi sem að gerir aldrei neitt slæmt, sko. Það er þetta mikilvægt að við séum öll meðvituð það hver áhrif okkar í heiminum eru og líka bara hver áhrif heimsins er okkur. Við búum í þessu hnattræna hagkerfi sem allt er tengt og það er engin, þú veist, sama hvort það er í Úkraínu eða Gaza eða hvað sem er, þú veist, þetta snertir alla. Það er ekkit no man is an island, eins og það segir. Herðu, við nefndum Trump að því að þú bjóst nú í Bandaríkjunum. Hver vinnur kosningarnar í nóvember? Ég þori ekki að spá það, sko. 50-50? Já, ég er þar, sko. Ég hef ekki fylgst neitt allt og náið með því, en sko, þetta er auðvitað, sko, málið er auðvitað það, sko, Trump er náttúrulega búin að búa sér til miklar óvinsældir, sko, í miðjunni, sko, þar sem það er náttúrulega þannig sem að kosningarnar vinnast eins og fólk veit kannski, og það er náttúrulega fullt af fólki þar sem þú veist, er mjög varasamt hann og allt sem hún tengi, sko. Náttúrulega krátið hans verður bara sterkar og sterkar í sinni trú með hverjum degi, en vandamálið held ég er það bara að það eru alltaf fleiri og fleiri, að Joe Biden er bara ekki droslega sterkur frambjóðandi, sko. Hann er að tapa alveg stórum hópi, sko, sem hefði annars kosið demokrata. Ég veit og það er miklu, þú veist, það er bara mjög ókveikjandi, sko. Þess vegna held ég að sé ómögulegt að spá ég held að það sé bara rosa tætt, sko. Það er ekki meðal annars eftir hvað gerist á Gaza? Jú, einmitt, öll heimsmálin hafa rosalega áhrif á innanríkispólitík Bandaríkjunum að sjálfsögðu. Þú ert ekki með kosningarétt í Bandaríkjunum, eða? Jú. Hvað ætlar að kjósa? Ég kýs Biden, ekki spurning. Okay. Í Texas. Í Texas? Já. Það sem að það gæti skipt máli eða hvað? Það gæti skipt máli, já. Texas er náttúrulega orðið svo skrítið að því að borgirnar eru svona demokrata en dreifari byggðir... En hún er alveg sólit blá, sko. Nei, fyrirgefur rauð. Republikana. Já, ok. Engin eitt af að Texas falli? Nei, held ekki, sko. Herðu, Gaza, eitt liður í því, það gerðist reyndar fyrir viku, þessi árás lögreglunar á mótmælendur, en mér finnst það svona nást svolítið svona inn í þessa viku. Mér finnst viðbröðin hafa verið svona, ég er ekki alveg átt að með á þessu, hvað er að verða úr þessu máli? Piparúðamálinu? Já. Nei, það er skoðað myndböndin, það komin og þessum að voru hlutaði. Já. Og voru að lýsa þessu? Já, ég horfði á þetta á vídeói sem sýnir þess að þegar þau liggi í götunu eru færð með valdi og svo byrjað að spreyja, sko, rauninni þegar sú fyrirstaða er frá og bíllinn býtar á þeirra kemst sína leið
að þá spreyjað. Það bæði spreyjað þá sem liggjandi, þá sem eru að taka myndir. Já, og þessi tiltekni lögreglumaður sem hefur nú verið nafngreindur reyndar á samfélagsmiðlum, Arnar heitir hann. Já, hann sprautar bara úðar þau standandi. Og liggjandi. En ég fór þess að í morgun, það voru endurtekin mótmæli að koma óvart fannst mér og mér varst það leiðilegt að sjá raunverulega viðbrögð almennings ekki meira en þetta. Það var bara frekar fámennt sko, ég held að það veri kannski 30 manns eða eitthvað. Og skýta kuldi náttúrulega, en það var alveg rosalega mikið af lögreglu og alveg pottet bara meira af lögreglu en ráðherrum, þið. Og ég átta mig ekki alveg á okkur þessi fundur færður í Skuggasund. Það er verið að gera við ráðherrabústaðinn. Já, hlut að vera. En allavega, þannig að það og þeir eru bara vopnum búnir með spreyið og tilbúnir sko. Og þetta eru allt bara, þetta er bara svona hálf miðaldra eða miðaldra fólk mætt þarna. Ég sé bara ekki hættuna sko. Þannig að ég óttast svona konur, þetta er svona mæðramótmæli að stóru leyti. Einmitt og ég óttast þess að bara þetta sé svona það sem við séum að sjá þarna sé ekkert ósvipa bara eins og þessi hergagna væðing í kringum allan þennan ófrið sem við vorum að ræða. En þú veist þessi her og lögregluvæðing, hún verður eiginlega svolítið svona hún flækist svolítið saman að því við erum einmitt herlaus þjóð. Í því bara hvernig lögreglan birtist fólki svona og þessum grindum sem ég man fyrst eftir þegar Sigmundur Davíð sagði af sér á Austurvelli þá man ég fyrst eftir að hafa séð svona stálgrindur settar upp. Nei, það voru nú í Búsáhaldabyrgi. Já, en sem sagt í tengslum bara beint við, já auðvitað. Þannig að, jú, það er rétt, en ég var reyndar erlendis þá. Ég heldur að við reyndar komið eftir það sem kallaði Búsáhaldabyrgi. Þarna í janúar 2009 þegar það allt saman springur, þá lögreglan bara með gulan borða og það 20. janúar held ég að þetta gerist allt saman eða það sem hefst svona þessi mótmæli svona vendipunktur í mótmælunum þessum eftir vetrar og þá bara þessi guli borði og fólk stendur þegar ég man það nokkuð vel sko og fólk stendur bara frekar kurteist réttu megin við borðan þangað til að Öskra sem var þá nýstofnað félag róttækra stúdenta kemur gangandi frá háskólanum frá stofnfundi sínum og meðlimir Öskru bara rífa í sundur gula borðan og þá fara þetta allir bara inn þessi tákræni borði rifin sko og ég held að það hafi ekki verið fyrir en mótmælin gegn ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttur og Steingríms hófust eftir þá voru búin að kaupa þessi grindverk þegar ég man eftir mótmæli sem var haldin gegn þeirri ríkisstjórn þar sem að reyndar önnur grindverk voru svona alveg þú veist svona solid sko sem að sást ekki í gegnum. Já, ég man eftir það sem að Óli Björn var tekinni af löggunni yfir grindverki, það hefur líklega verið kannski svona sumarið 2009. En það sem ég það sem ég held að við gerst þarna, ég var ekki þarna síðasta föstudag, ég var reyndar hann í morgun og hef verið mikið á þessum mótmælum og það sem ég held að sé alveg augljóst að hafi gerst þarna síðasta föstudag sko að mótmælin voru annars eðlis. Þau fóru eiginlega frá því að vera það sem flest mótmæli gegn þessu þjóðamorði hafa verið hér á Íslandi bara hefðbundin mótmæla sem fólk tjáir í rauninni anduð sína á þjóðamorðinu og tjáir stjórnvöldum og fjölmiðlum og öðrum almenningi að því mislíki það sem á sér stað þarna og þau þróast þarna yfir það að fólk reynir að beita líkama sínum þetta er bara svona non-violent direct action heitir þetta og borgarleg óhlýðni og þar sem að fólk beitir líkama sínum til þess að reyna að hafa áhrif á ákvarðanir stjórnvalda og til dæmis ég man ekki hvort það var í þættinum hér eða í lestinni á Rás 1 þar sem að vera að fjalla þetta að þá sögðu náttúrulega sumir þeirra sem að tóku þátt í því að leggjast á götuna sögðu þetta beinlínis að við ætluðum okkur að reyna sko að koma í veg fyrir að ráðherrarnir færu út fyrir en þeir hefðu breytt afstöðu sinni til þjóðarmorðsins og þá náttúrulega, ég meina, það er það sem gerist. Það var bara gert með því að hindra för ykkur ráðherrabíla. Ráðherrarnir geta alveg sko bara farið þess að vilja þess að vera í ráðherrabíla. Já, áttum alveg því, en ég held að þetta sko, það gerist að bæði lögreglan og eflaust stjórnvöld, þau náttúrulega óttast þetta. Og þetta er bara mjög jákvætt að mínu mati og að mótmælin stigmagnist og það er raun og ótrúlegt hvað þetta hefur verið rólegt og friðsamlegt. Við vöknum á hverju morgni og borðum hennar hrylling í morgunmat og höldum lífinu áfram og tökum þátt í svona samstöðugöngum og við mættir ráðherrabústaðinn í allan vetur. Já, og jafnvel segi ég ekki að þetta sé gott eða jákvætt, menn þetta er bara eðlilegt að þetta breytist. Fólk kemur saman aftur og upplifir að það sé
það sé ekkert hlustað og þessi hlið séu bara færð sko fjær ráðherrabústaðnum eða Alþingi og það sé stöðugt verið að búa til meiri stærri gjá þarna á milli, þannig að ég held að Þú veist, það verið að draga línur með þessum hliðum, sko. Ég upplifi þetta þannig, það var líka, þetta er mikill viðbúnaður, þau kalda viðbúnaður náttúrulega lögreglan, ég myndi að þetta verið aðgerðir, ég meina það verið 3 mótorhjól við endagötunar og það eru líka stálhlið, þannig að ráðherrabílarnir fari gegnum stálhlið þar, keyra svo inn götuna, þurfa að fara í stálhlið niður götuna. Ég skil bara ekki alveg hvernig þau óttast svona mikið, sko. Ég upplifi þetta sem bara svona einhverja menningarbreytingu. Það sé verið að normalisera það að við sjáum svona. Sko, og þetta teljist eðlilegt. Það sem að Ísland hefur verið að gera undanfarin ár í staðis að líta til hinna Norðurlandana, það sem að löggjöfin okkar er sko eiginlega byggð á og bara rosalega sambærileg. Hvað varðar hegningalög og bara alls konar svona mál, þá erum við að líta til Bandaríkjanna sem að er einmitt bara á allt öðrum stað heldur en Norðurlöndin, hvað varðar harðar aðgerðir gagnvart almennum borgurum og til dæmis þessari hervæðingu. En eins og til dæmis þetta með mótmælin, ég var ekki þarna, ég horfði á myndböndin og nú er ég held að allir inni hafi hort á þetta myndband og þau myndbönd sem voru tekin upp þarna, lögreglan er bara að ganga langt umfram heimildir sínar til þess að beita líkamlegum aðgerðum gegn borgurum. Það er ekkert gætt að meðalhófi þarna. Það er varnarlaus borgari sem að hann er að piparspraya eftir að hann er meira sér búin að færa sig. Það er svona alls konar svona hlutir sem er bara ekki í samræmi við það sem að lögreglulögin mæla fyrir og það að beita sko 19. grein lögreglulag sem að segir lögregla má beita valdi ef að það er óhlýðnast fyrirmælum lögreglu. Þetta er svo ógeðslega víð og rúm grein einhvern veginn, það er svona fellur allt þarna undir. Það er hægt að réttlæta alls konar aðgerðar lögreglu gagnvart borgurum sem eru svona að nýta stjórnarskrárvarin réttindin sín til þess að mótmæla. Þessi 19. grein er algjör pláa og það er til dæmis sko Lárus Páll, man ekki hvers son, sjúkraliði, Lalli sjúkraliði kallaður, mikill friðarsinni sem hefur verið dæmd, eða sko handtekinn. Það eru einhverju tugir skipta sem hann hefur verið handtekinn en tvisvar verið ákærður og dæmdur fyrir að neita hlýða fyrirmælum lögregluna fyrir framan bandaríska sendiráðið og reyndar á Laufásvegi og hann var algjörlega með það á hreinu og var oft með þetta bara í vasanum sko að bæði væri stéttin sem hann sæti á skilgreindist hún sem sko hluti af bara almannarými samkvæmt borgarskipulagi og svo þetta stjórnarskrárvarin réttur hans til þess að koma þeirri skoðun sína framfæri að hann væri andvígur hernaðarhyggju Bandaríkjanna og þeim stríðum sem Bandaríkin hafa komið af stað á þessari öld sem þetta snerist yfirleitt Írak og Afganistan en hann sendiráðið kallar á lögregluna og segir við verðum að láta fjarlægja þennan mann, hann situr á stéttin okkar og hér erum við búin að setja upp blómaker og hann verður að fara sko aftan við blómakerinn og svo er hann handtekinn og hann er tvisvar sinnum dæmdur og honum er ekki gerð nein refsing heldur hann bara dæmdur sekur og það kemur aldrei til tals fyrir dómi sko hvort að skipun lögreglunnar sé lögmætt. Það er að segja það er aldrei skoðað sko hefur hann rétt fyrir sér þegar hann segir þetta er hlut af almannarými og þetta er hlut af rétt mínum til þess að tjá mig. Heldur er þessi 19. grein lögreglulega, hún trompar allt sko. Það stóð á spjaldinu í fyrraskipti sem var dæmdur að þá hafði hann verið tekinn og var með spjaldið stríð er glæpur. Í seinna skiptið var hann tekinn og þá var hann með á spjaldinu elskum friðinn. Þetta er ókveikendi. Það fannst en það er svo áhugavert að það auðvitað upplifir einhverju sem ógn og það var það sem ég meinaði mitt með þetta á föstudaginn, hann að síðasta að því að síðan núna á mánudaginn eru svo aftur mótmæli fyrir utan Alþingishúsið þar sem að enginn beitir líkama sínum á þennan hátt sem fólk gerði á mánudaginn og svo er haft við lögreglunni í fjölmiðlum kvöldið, svona viljum við sjá mótmæli þar að segja við viljum sjá mótmæli sem að trufla engan sko. En má ég líka bæta við sko að ein frétt sem ég sá í kjölfar piparúðunarinnar var fjallað að lögreglan óttaðist öryggi sitt og það var rosa óræð frétt svona, ég meina í örugglega í einhverju samhengi á það við rök að styðjast að hún sé fjársvelt en mér finnst þetta algjörlega haldast í hendur því lögreglan er fjársvelt og það er með ráðum gert hlýtur að vera og svo hinbóin að lögreglan óttist skrílin að því nú hafa bara ráðamenn, þú veist í vetur kallað mótmælendur eða þeir sem standa með Palestínu fólki
og Gaza, kalla þau skríl, gargandi skríl. Þannig að mér finnst þetta vera svona að vera að kokka upp eitthvað. Já. Líka sko, við þurfum að hafa í huga, lögreglan er eina stofnunin á Íslandi sem að má samkvæmt lögum beita borgara ofbeldi. Þú veist bara beita einhvers konar valdi, líkamlega valdi gagvart borgurum. Það ber að fara vel með þetta vald og það ber að gæta hófs þegar það kemur að beitingu þess. Og þú veist, mér finnst bara rosalega eðlilegt að fólk sé að kalla eftir því að það verður skoða þetta mál meira og ég tók sætin á þingi í gær og seti í allsherjar menntamálanefnd fyrir Halldóru Mogensen og hún baði mig að taka áfram mál fyrir sig og það er að biðja minnisblað frá dómsmálaráðuneytinu með ákveðnum spurningum varðandi þessar aðgerðir lögreglu gagvart mótmælendum bara í síðasta föstudag og ég barði upp á nefndafundi í gær og meiri hlutin var svolítið tregur, vildi ekki segja nei að þau vissu að þetta væri, þú veist, að það yrði svona heit kartabla ef þau myndi segja nei, vildi samt heldur ekki segja já, þannig að ég þurfti að leggja fram bókun og í dag þá ég kom hingað í dag, þannig að Ardís Anna, hún er að taka málið lengra og ég ætla bara að heyra í henni eftir þetta, sjá hvort að þau eru búin að kjósa að fella þetta eða ekki. Ég held að það sé bara rosalega mikilvægt að þú veist, borgarar hafi þá eftirlit með lögreglunni ef að Alþingi getur ekki sinnt sínu eftirlitshlutverki með stjórnvöldum. Það hafa verið svona mótmæli áður þar sem að fólk leggst niður og reynir að stoppa eitthvað. Til dæmis gröfur eitthvað staðar út í Hrauni á Álftanesi eða fræg mynd þar sem er verið að bera Ómar Ragnarsson í burtu. Og það er bara það sem að lögreglan gerir, tekur þann sem að leggst. Þannig að ég man ekki eftir því að lögga sig að beygja sig niður til þess að spreyja fólk sem að liggur í götunni eins og var þarna í skuggasundinu. Já, þetta er svona, þetta er svona dálítið next level beiting, sko. Það er bara eins og þið búin að tala sko. Það er alveg klára línu, sko. Það er miklu meiri harka og maður velti fyrir sér, sko, því að nú kom upp málum lögregluofbeldi sem að lögreglumaður var dæmdur gagvart einhverjum drukknum einst, allt öðru sem máluðu þetta. Já, þjóðhátíð í. Já, ég man ekki hvað það var og allt það, sko, ég meina þar erum við bara að tala um einstakling sem að lögreglumann sem að ungur og óreyndur lögreglumann sem misti stjórn á sér og við erum ekki að tala um svoleiðis sko, við erum að tala um það er einhver einn lögreglumaður sem að beiti sér þú veist, er svona nafngreindur og beiti sér eitthvað miklu meira heldur en allir aðrir en þetta er samt kerfið, þú veist, þetta er skipun sem kemur einhverstað frá. Sko. Svo segja það að krakkarnir sem voru þarna eða fólkið að það kom óeiningilsklæddur lögreglumaður út úr húsinu og gerði svona sem að segja bara byrjaði að sprauta og þá hlýðir sérstaklega þessi Arnar og sprautar. Það var ekki þannig að hann hafi einhvern veginn upplifað sig í einhverju hættu og þurfti að sprauta sig lausan út af frá einhverju óg. Sko. Það sést mjög vel einmitt á ljósmyndinni og svo málverkinu sem að Þrándur málaði, bara líkamstaðan er þannig. Ég meina þetta er ekki maður sem stendur neinn ógn af neinu. Ég held að sé alveg augljóst sko á öllu myndefni að sko það stendur engin ógn af þeim einstaklingum sem eru úðaðir á þeim tímapunkti sem að þeir eru úðaðir. Það er alveg augljóst sko. Það sem ég á við meira ég held að stjórnvöldum og lögreglunni standi ógn af þeirri staðreynd að mótmælin eru farin að ganga örlítið lengra. Algjörlega, og það er það sem ég er að meina, sko. Algjörlega, ég skil það. Og þú veist, að þau eru bara búin að venjast því að þessi mótmæli eigi sér stað og fólk komi og tjái rödd sína og þessi mótmælin eru að færast úr því að vera mótmæli yfir að vera einhvers konar andóf eða andspyrna og þó fyrir hefði verið, sko, og þessi mynd auðvitað, mér finnst það mjög áhugavert sko, fyrst ég myndist á myndina að þetta er eiginlega bara svona trúarleg mynd sko, af manninum Kusai, Palestínumanninum sem stendur þarna og fær þessa guðsu framan í sig og það var mjög áhugavert að í útvarpsviðtali á Rás 1 þá lýsti hann því þannig að hann hefði fengið þetta í augun, hann hefði kannast við lyktin af þessu því að líklega var þetta ísraelskur úði, hann hefði eiginlega upplifað nostalgíu við að og svona heimþrá og við að finna þetta og svo sagði hann hefði bara hugsað sko börnin á Gaza. Sá bara börnin á Gaza. Og mér finnst þetta svo áhugavert vegna þess að ég held að flest okkar upplifi mjög mikið máttleysi gagnvart því sem er að gerast á Gaza. Þetta er, við búum inn í heimi þar sem allir eru tengdir á internetinu og við fáum þetta bara í tækin það sem er að gerast hálfpartinn í beinni útsendingu en svo eins og við höfum enga möguleika að hafa svona eitthvað bein efnisleg áhrif á það sem er að gerast á Gaza. Það eina sem getum gert virðist vera að tjá svona tákgrænt afstöðu okkar og þannig er eiginlega börnin á Gaza að hjálpa honum að sko þola þessa
þola þetta ofbeldi sko, þetta var eiginlega bara, þetta var svona hálfpartinn, sko, trúlegs maðurinn, ætli ég að leiða mér að segja, svona trúalegt moment, sko, að sjá. Ég myndi samt líka að segja öll, það, út af punktinu sem að þú komst inn á varðandi það að þetta farið frá því að vera þessi hefðbundnu samstöðu mótmæli yfir í einhvers konar andspyrnu, öll svona stóru mannréttindamálin, þau eins og til dæmis bara tökum frekar nýlegt dæmi réttindi samkynhneigðra. Ég meina þetta var allt náð með einhvers konar byltingu. Þetta var ekki náð með einhverjum friðsamlegum samstöðufundi og þú veist, ég er svona velti fyrir mér hvenær við byrjum hvenær við byrjum að líta niður á einhvers konar réttindabaráttu. Ég meina, mannréttindi þetta er ekki takmörkuð auðlind. Þú veist, það má alltaf ganga lengri í þessum efnum og þú veist, mannréttindabaráttan hún er aldrei búin einhvern veginn. Þannig að þú veist, akkur erum við að draga línuna þegar að kemur að réttindum barna í Gaza til þess að fá ekki sprengju yfir sig og geta farið í skóla. Þú veist, ég er bara svona að velta þessu fyrir mér, þú veist, hvenær urðu byltingar hættulegar? Ef það er ekki verið að stefna lífin eins í hættu eða það er ekki verið að hóta ofbeldi, þá einhvern veginn, þú veist, ég er bara svona ég er svona að skoða hagsmunamati líka, þú veist, hvaða hagsmunir voru í húfi versus hvaða hagsmunum var raskað við þetta, þú veist, þetta var bara út af því að það voru einhver ráðrabílar sem að vildu komast. Svo keyrði ráðrabílstjóri á lögreglumann, það var svolítið. Þetta er náttúrulega allt tákgreint bara, þú veist, hagsmunir sem eru í húfi er að það er bara valdið, þú veist, valdið er bara að verja sjálft sig, það er ekkert annað en það og mér finnst það var orðið svolítið mikið breyting á því hvernig valdið á Íslandi lítur á sig gagvart borgurunum sko, að til dæmis þegar fyrir ekki svo löngu síðan þá var setti eitthvað duft á Bjarna Ben og Glimmer. Rauða glimmerið, já. Og ég man nú ekki hvaða tilgangi það var það ekki tengt Gaza líka? Jú. En þú veist, þetta er svo, þú veist, þetta vakti skilurðu mikla, þú veist, þetta var fordæmt alveg sko svakalega sterkt. Ég man eftir að þetta var helgi og svo var Silfur Egils samáttarskvöld í Ríkisútvarpinu og svona þriðjungur af þættinum fór í umræðum það að hvað ef þetta hefði verið eitthvað annað en Glimmer. Svona stjörnu galin umræða sko. Þetta var, ég með þetta er kostulega sko, þessi salur þar sem hann er að tala í veröldhús Vigdísar er frekar lítill salur og þau eru komin þarna frá No Borders og bara eru þarna fremst með borðan og Katrín situr. Þetta gat ekki hafa farið fram hjá þeim sko. En þetta var náttúrulega nýtt líka í sama tilgangi. Mér finnst svolítið þessi lögregluvæðing tengjast í að búa til svona rými fyrir að nú þurft að fara að verja ráðherrana. Nú þurft að taka upp meiri löggæslu. Þetta hangir allt svona saman. Nákvæmlega, það er það sem ég var að meina sko. Já. Og þú veist, auðvitað, og svo er auðvitað hinn flöturinn á þessu, þú veist, vonandi getum við höfum hingað til búið í samfélagi þar sem að, þú veist, ráðafólk hefur ekkert þurft einmitt að verja sig, það hefur ekkert þurft að vera í brýnvörðum bílum eða með lífverði og framvegis eða frækt fólk almennt, sko, og vonandi getum við haldið því áfram. Það er svona blik á lofti að það sé að breytast, sko. Það er svolítið verið að reyna að múlbinda líka mótmælendur, sko, með svona viðbröðum. Já. Að fara með þau eins og þetta skapi bara raunverulega tækifæri fyrir. Það kom í vetur, þá kom ráðherra Sjálfstæðisflokksins í viðtal og það voru sérdelda menn út á götu í 2 bílum að passa upp á ráðherrann. Já, og það er, ég held að sé ennþá eitthvað svona fyllt í kringum Bjarna Benediktsson, það komið eitthvað svona hótanir sko. Já, það kemur ekki á orð sko. Svo kannski sko bölhyggi maður eins og ég er og ég fæði að vera neikvæður að ég held sko að ég meina Íslands samfélag á nú líka ansi ríkar sögu af sko og bara ótrúlegu ofbeldi ríkisvaldsins gegn einstaklingum, gegn lífum. Ég meina Guðmundur og Geirfinnsmálið til dæmis, á þess að fara að ræða það í smáatriðum hér, en það er oft svona... En fyrir áverðu þá skal benda á það, ég tók viðtal við Snorra Pálu það mál og þið getið fundið það inn á YouTube. En það er svona oft eins og, svona í seinni tíð er oft svona látið eins og það sé búið að segja allt sem segja þarf og það þurfi ekki að tala meir þetta og er ekki búið að sýkna þau sem dæmd voru, en ég meina staðreyndin er sú að þau voru ekki, í fyrsta lagi voru þau ekki öll sýknuð. Erla Bolladóttir stendur auðvitað ein eftir, eða ekki ein eftir, hún stendur eftir með
sinn dóm og svo Sævar Ciesielski og Kristján Viðar fyrir dóm þann hluta málsins sem var ekki tekinu upp og sá hluti málsins sem var tekinu upp í Hæstarétti það var aldrei farið efnislega yfir hann. Hæstiréttur neitaði að fara yfir sakaðgiftir. Nei, sá þáttur málsins sem var tekinu upp sem voru þessi manndráp þessi morð sem ekkert bendi til þess að hafa átt í stað að Hæstiréttur neitaði að fara efnislega yfir málið og taka þannig til skoðunar rannsókn málsins. Á hvaða grundvelli? Á þeim grundvelli að saksóknarinn í málinu, settur ríkissaksóknari, hann fór fram á sýknu í málinu, núna þegar það var 2018, þegar það var endur upptekið og þá ertu með tvo aðila, bæði ríkissaksóknara og verjendur sem fara fram á sýknu og það er rauninni eina framlag dómarana, ég var að staddur í Hæstarétti að fylgjast með þessu, eina framlag dómarana var að einu sinni í hverri ræðu verjenda spurði einn dómarinn að hve miklu leyti verjandinn teldi að dómurinn ætti að taka að taka til skoðunar það sem kemur fram í máli verjandana vegna þess einfaldlega að báðir aðilar færu fram á færu bráða fram á sýknu þannig tókst ríkinu að sleppa því að fara efnislega yfir málið og það leiddi síðan til þess að þegar þeir sakborningar sem voru eftirlifandi og aðstandendur þeirra sem eru látnir að þegar þeir sættu sig síðan ekki við upphæðina sem íslenska ríki bauð í skaðabætur og þurftu þá að fara með málin fyrir dóm og þá mættu þeir því að ríkislögmaður sagði ég hef ekkert til að miða við nema gamla dóminn frá 1980 menn sem það er í nýja dómnum þá er ekkert efnisatriði málsins þannig og svo eftir stendur síðan Erla Bolladóttir sem vissulega hefur nýlega fengið svona bætur fyrir hluta af málinu en ekki allan þannig að á þess að við förum ómikið smáatriði að þetta mál er ennþá óleyst og á þessu hvílir dálítið íslenskt samfélag og íslenskt ríkisvald. Þetta er rosalega mikið fyrir ekki, bara íslenski löggjafinn stundum bara svona, eru einhver aðstæður sem við gerum ekki ráð fyrir í lögum, og gera sér ekkert meira í því. Þetta er bara nákvæmlega þannig aðstæður. Við töluðum aðeins það áður en við byrjuðum í dag einmitt valdbeitingu ríkisvaldsins á borgara sem er af svo mörgum toga það var frétt núna nýlega strákinn sem var beittur svakalegu ofbeldi á unglingaheimili ríkisins í Kópavogi eða upptökuheimili hvað það heitir og sem er alltaf öðruvísi ofbeldi en þetta er þegar ég las það og líka með piparúðamálið alveg fest í minni ég man ekki alveg hvort var á undan en þá fekk ég þessa hugsun í höfuðið að ríkið er ekki bara fært að beita borgara sína ofbeldi, það gerir það og það gerir það markvisst. Við sem erum í forréttindastöðum í samfélaginu erum ekki í undimálshópum, ekki fíklar eða hvað, ég veit ekki hvað. Já, bara fólk sem getur ekki borið höfuð sér. Við tökum ekki mikið eftir þessu og fyrir okkur og auðvitað er íslenskt samfélag, það er náttúrulega margt, mjög réttlátt og gott við íslenskt samfélag, það er ekki það. En það eru bara, við getum alltaf gert betur, það eru bara staðir í samfélaginu þar sem er bara, ríkið er bara að beita okkur valdi og ofbeldi. Og við þurfum að vera mjög vakandi fyrir því. Það komið nýtt mál að starfsmenn ASÍ voru að vekja athygli á fyrirtækinu Volt sem er svona sendlaþjónusta. Þar væri fólk að sendast með mat, sækja mat fyrir ykkur á veitingastæði og gefa með heimtileikar og væri að vinna á skítalaunum sem væri langt undan lágmarkslaunum. Notið þið Volt? Nei, ég hef aldrei notað Volt. Nei. Það var ekki. Ég var búin að heyra þessa sögu að þetta er svona gig economy. Já. Ég bjó í New York lengi og ég hef svo mikla reynslu af svona þar og mér býður svo við þessu eftir þetta er svo óbúslega misnotkun á fólki einmitt sem hefur ekki tækifæri til þess að bera hönd yfir höfuð sér í raun og veru. Það þarf að taka það sem býðst og taka alltaf það sem er verst og þetta er bara anstíkilegt Það sendi mér veitingamaður post út af því við vorum með umfjöldunum þetta við Rauðaborðið og hann sagði að þau tækju Volt tæki 23% af verðinu frá veitingastæðum svo rukkar hann ykkur fyrir að senda heim lætur sendilinn fá það en tekur 23% af
verði matarins. Ok. 28% ef að þið eru fastakúnar. Það er þannig. Þetta eru verktakarlaun og þetta eru það bil, sko, samkvæmt, það var forstjóri Volt, framkvæmdastjóri Volt sem að tjáðu sig núna nýlega. Það sagði það bil að meðaltali 1.700 krónur. Þú veist, að meðaltali, það eru þá einhver skekkjumörk, þannig að við gerum bara ráð fyrir því að þetta sé 1.600 kannski. Veist, þetta er ekki mannsamindi, það er ekki hægt að lifa á þessu og það eru fólk sem að vinnur 1.600 fyrir hvað? Á tíman, minnum mig, þú þarft að ná hvað, 4 sendingum til þess að geta komist, 4 sendingum á klukkutíma til þess að geta komist upp í lágmarks laun. Að frádregnum rekstrarkostnaði bifreiðarinnar. Nákvæmlega. Þú veist, þegar ég var 18 ára eða ef ég væri nýkomin til landsins, þú veist, þá var ég ekkert eitthvað að pæla í því hvað ég þurfti að leggja mikið til hliðar til þess að geta náð spara fyrir vaskinum og til þess að geta sett í þennan sjóð og hinn sjóðin. Þú veist, ég skal veðja, þau eru ekkert að kynna líka launin fyrir verktökurum sem að starfa hjá þeim. Nei, ég meina maður hefur séð Volt sendla á hjólum. Ég hef séð þau á hopphjólum, þú veist, þau bara, þeim er alveg sama hvernig þau ferðast, bara svo lengi sem þú kemur matnum frá A til B, sko, og fáir ekki kvörtun. En mér setja bara ógeðslegt hagkerfi. Já. Þetta byrjar starfsemi þetta. Já. Það er ekkert að... Ég er ekki til sér því, sko. Það er ekkert leyfi og svo allt í einu þá, já, veitu, þetta virkar ekki, segir verkalýðshreyfingin og svo kemur þetta eitthvað niður á þing og það er svolítið svona, þetta er eins og með fiskeldið. Það kom bara einhverju farið í eitthvað business og svo herðu, já, við erum að setja lög, reglugerðar, við erum ekki þrengja að viðskiptunum. Viðskiptafrelsi. Við höfum reglurnar svona vel rúmar. Já. Og tímabæru samningarnir. Já, þetta er svona eins og fyrst að segja kannski misleika löggjöf hérna. Ég meina, það er eitthvað svona gloppur en já, ég meina, þetta er samt líka, sko, alveg sem er fiskeldið og mér er bara sjávarútvegin. Við sjáum þetta til dæmis bara á stöðunni í efnahagslífinu akkurat núna. Það er ekki verið að seilast ofan í vasa til dæmis stórútgerðarinnar. Það er ekki verið að seilast ofan í vasa stóriðunar. Það er verið að seilast ofan í vasa launafólks. Svona að búast við því að launafólk sé að fara að gæta hófs þegar það kemur að kjarasamningaviðræðum til þess að sporna við verðbólgunni. En það sem við erum að gera með þessu, og ég held að sjávarútvegurinn sé bara svona skýrast á dæmið. Við erum ekki bara að viðhalda einhverju fákeppni á markaði, heldur erum við bara að fjármagna ójöfnuð, áframhaldandi ójöfnuð og það kostar samfélagið bara ógeðslega mikið. Bara algjörlega. Og einhvern veginn við bara neitum, við tökum bara meðvitað og pólitíska ákvörðun að bæta þessa löggjöf sem að við berum alltaf fyrir okkur að sé að koma í veg fyrir að við ráðumst í einhverjar stórar breytingar í þessum bransa eða á þessum vettvangi. Nei, já. Það hafa verið fréttir sem að þessi stórkostlegt svindl í gangi að hafa búin til breyting á skattakerfinu þegar að nýsköpunarmiðstöð og fleira var svona lagt niður og svona beinir styrkir til nýsköpunar og þróunar og það var búið til svona kerfi þar sem að fyrirtæki gátu bara sótt sjálf styrki með fengi skattaafslátt með því að skilgreina eitthvað að væri þróunarvinna og rannsóknarvinna og það hafi allir sem að skoða þetta bent á að þetta er galopið, það bara ríkissjóður lekur og það fast eitthvað svona upplýsingar þetta, ég veit ekki hvað það fylgst með þessu heimildin og meira segja viðskiptablað Morgunblaðsins þegar verið áskipti frá upplýsingar hverjir eru það sem sóttu þessa 17 milljarða sem að voru bara allt í einu ókipis manni í fjármálaráðuneytinu. En þeir neita því og þetta rifjaðist upp fyrir mér að því ég sá hann Birgir Þórarinsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins sem að vill fá upplýsingar bótasvik öryrkja sem að hefur stundum verið rannsakað og það finnst kannski einn öryrki sem að svindla af hverjum svona 10.000 þannig að kannski, þetta skaði upp á kannski 450.000 krónur ári. En hann heimtar að fá það til rannsóknar en ekki þessar 17 milljarða sem að... En Indriði Þorláks, var ekki hann sem að talaði þetta einmitt og nefndi stórt fyrirtæki í tölvuleikjabransanum sem dæmi? Sem að fá svona... Já, CCP, bara sækir reglulega svona nýsköpunar og þróunarstyrki. Jafnvel þótt að það sé löngu vitað að þetta sé löngu verkefnin sem þeir eru að sækjum fyrir eru bara orðin hluta af daglegum rekstri. En þetta bara gengur svona ógirt, sko. En ég minnir hann að vera að tala þetta sko. Eins og þeir að veita styrkjur orkusjóði þá fær Ísfélagið og Samherji stærstu styrkina sem eru bara endurnýja liftarana sína sko.
Já, þetta eru við samantekið ráð hérna. Vildi ekki Birgir Þórarinsson líka rannsaka hugsanlega erfðablöndun Íslendinga vegna Tyrkjaránsins eða eitthvað svoleiðis að tók hvernig... Var það hann? Já, ég held það sko. Í hvaða tilgangi? Já, spurðu hann. Við getum gefið okkur eitthvað, en það svona, já, ég manna nú ekki alveg, en mér minnir, bara bið hann afsökunar ef að ég en minnir nú hann hafi líka dálítið talað að það ætti að rannsaka þessa söfnun sem var haldin, sem Solaris samtökin heldur til þess að berga fólk út af Gaza í staðan fyrir Hann hélt ræðu í þingi að palestínumenn hefðu sett börn í örbylgjuofna og drepið þau og rist kviðinn á konum og tekið fósturinn út og settu út í grill en hann hefur ekki dreifð það tilbaka þótt að sé löngu orðið ljóst að þetta var bara þvæla og hvort sem það var hann eða einhver félagi hans þá höfðu þeir sett miklar áhyggjur af því að þessi söfnun hefði hugsanlega ekki verið lögleg og svo höfðu þeir miklar áhyggjur af því að það hefði verið greiddar hugsanlega mútur í Egyptalandi og ég bara var að hugsa til þess að daginn það var viðtalið Baltasar Kormák í Morgunblaðinu þetta mynd sem hann var að gera sem var meðal annars tekin upp í Japan og Morgunblaðið setti það upp í fyrirsögn sko þurfti að greiða japansku mafíunni mútur ég hef ekki heyrt neitt kvartunda því eða krefast rannsóknar á því sko ekki heldur hvort það hefur verið samir í borgaði mútur í fyrir utan það sko finnst það ekki en allavega það var bara skemmtilegt enn einu sinni kemur eitt mál upp það er slæmstaða drengja í skólakerfinu þið Snorrar þetta nú ykkar kyn okkar kyn og þið ætti að vera fyrirmynd ungra drengja, hvað er að gerast? Ég veit sko ég held að skólakerfið á Íslandi sé bara í mólum að mörgu leyti sko það er ég held að sé samt í mjög kröftur í viðspyrnu en það er bara svona uppsafnaður vandi sem að er bara ofsalega erfitt að díla við sko. Ég flutti heim til Íslands með 2 unga drengi 2017 frá Bandaríkjunum og setti þá í Austurbæjarskóla til þess að henda þeim bara í djúpulauðina og þeim myndu læra íslensku og það var bara, ég hefði annars getað að fara bara með það á Hlemm sko. Það var alveg vonlaust og endaði með að taka það út úr þeim skóla og setja það í einkaskóla þar sem ég kennti á ensku og kaldhæðinni því er ekki it's not lost on me eins og maður segir en ég upplýði það bara að það væri svona þú veist það væri bara auðvitað þetta mísendið til skólum og það væri bara svona upplýsnar ástand einhvern veginn í þessum skóla sko að það var bara foreldrarnir eiginlega réðu bara ferðinni og krakkarnir réðu ferðinni og kennararnir voru valdlausir og óstuddir og það var bara svona hvert dæmið á fætur öðru bara kaos og ég held að það sé bara því miður allt og algengt í íslensku skólum án þess að ég hafi mikla vitneskju það svona af eigin reynslu sko. Og hvernig gerist þetta? Er það við missum trú á skólakerfinu og kennurunum og svo lengi sem ég man eftir mér svo lengi sem ég man eftir mér þá er kennarar alltaf að kvart undan láglaunum og allir aðrir að agnúast út í kennara sem er alltaf í sumarfríi í 3 mánuði og þetta sé bara duglaus stétt og það eina sem maður heyrir um menntamál er eitthvað rifrildi út af þessu og ég held að þetta sé bara bara svona djúpt tráma í stéttinni og í kerfinu sem að er einhvern veginn það að skólaskerfið sé bara einhvern veginn sé svona hálf óþarft einhvern veginn eða sé svona ekki óþarft heldur sé svona þetta er svona nauðsynlegt vandamál til að vera með og bara vesen Ég hef ekki fylgst mikið með þessar umræðu að kynnt mér þetta mikið en ég sá að þú sendir okkur póstum þetta eða þú sendir okkur svona hugmynda umræðefnum Þú ert svo heppinn á 2 dætur
Já, ég er mjög heppinn og reyndar bara öll þau börn sem ég þekki og eru hluta mínu lífi eru bara mjög skemmtileg og klár og algjörlega óháð því hvort þau séu fljóta að læra að lesa eða algjörlega óháð því hvort þau séu fjármálalæs eða þekki nái háum einhvernum í raungreinum sko en ég myndi náttúrulega ekki vilja segja eða sko fella neina dóma þetta, ég rétt kíkti á þessu umræðu og það væri áhugavert að skoða þetta en svona frá kannski hlið krakkana þá man ég allan eftir sem strákur í skóla að það voru bara mjög mörg börn, bæði strákar og stelpur mörgum börnum sem bara leiddist alveg svakalega í skóla og fundu sig illa í þessu hefðbundna skólakerfi og upplifði jafnvel sko bæði að þau áttu þess ekki á því til hvers væri ætlast af þeim og ef þau áttu þess á því þá hvers vegna væri verið að ætlast það væri verið að ætlast þess af því sko og ég bara rétt byrjaði að glugga í þessa skýrslu og ég ætla ekki að segja neitt þessa skýrslu sem var að koma út sko, ég veit ekkert hana en ég tók eftir að voru tekin 112 viðtöl og af þeim voru 7 kölluð djúp viðtöl við drengi eða úlingstráka og einhver 7 önnur viðtöl sko og ég bara myndi vilja hvetja til þess að við spyrjum krakkadóldið hvernig þeim líður í skóla það var líka svona kannanir í þessu sko sem að voru margir spurðir sko. Já, okay. Það er bara mjög gott sko en allavega upplifði ég á mínum grunnskóla árum að það væri voðalega lítið verið að hugsa út í það hvernig krökkunum liði sko það var oft meira verið að hugsa hvernig hvort að kennararnir gætu haldið einhverjum til þennum aga í bekknum og svo framvegis ég vona að það nú breyst á þessum árum. Þarna voru svona atriði eins og það er mesta brottfall drengja úr námi við Evrópumeti þar og alls konar Evrópumeti. Þetta er náttúrulega mjög dökk mynd sem er dregin upp. Það er eitthvað að klikka. En þessi umræða sem að þú ert að vitna hvernig skólakerfið, stundum fæði þú tilfinninguna að það sé bara massíf umræða að segja eitthvað að skólakerfinu til þess að skapa einhverja krísu til þess að megi bara enga við þetta. Já, ég fór beitt í áið, já, ég fæði það líka tilfinninguna. Ég heyrði einmitt Þetta er rosalega drifin áfram umræða. Já, ég hef svona bara einmitt áhuga á þessu, sko, ég á 2 stelpur sko, en ég heyrði frábæran útvarpsþátt fyrir nokkrum árum sem ég bara hef aldrei fundið aftur en ég bara, eyrun á mér limdust þar sem ég keyrði og hlustaði á þetta og það var verið að tala um kennaraháskólan og fyrsta skólastjóra kennaraháskólans hann hafði gagnrýnt þróun menntakerfisins þannig að frá svona late 70s eða 1980 cirka þegar nýfrjálshyggjan fer að ná flugi að alveg frá 1960 eitthvað og þar til 1980 að þá er hoggið á þessi 3 svona grunn svið menntunar sem eru þá leikir, listir og svo svona lestur í bóknámi og það er á kostnað leikja og lista sem að lestur svona bóknámið bara er upp úr 1980 búið að taka alveg yfir í námskrá grunnskóla og hann tengir það þessari samfélagsgerð og stjórnmála sveiflu sem á sér stað á þessum tíma. En ég veit ekki sko, þú veist, við með þessu lestur drengja þessa krísu í kringum það og svona kannanir sem eru gerðar, ég man ekki, hafa verið gerðar eitthvað svona, koma stelpur alltaf rosalega vel út úr. Það koma miklu betur út í námsárangri, það kom fram í þessari umfjöld líka að sko stúlkum líður ver. Já, einmitt, já, það er talað um það, þannig að það er svona vegur upp á móti. Já, stúlkum líður ver og hjallastefnan er einmitt skóli sem hefur verið stofnaði svona til þess að svara því kalli, að aðskilja þá bara kynin, en það er líka svona tvíhyggja sem að ég er ekki endilega vissum að sé, þú veist, heldur svarið sko. En ég hallast þessu sko, að ég minna að það er náttúrulega fjármögnun þessa kerfis, eins og fjármögnun lögreglunar og bara fjármögnun svona samfélagsinnviðana sem er verið að spila með þarna til þess að geta síðan búið betri þjónustu, búið betri öryggisgæslu og betri menntun fyrir börnin þín. Ég held þetta snúist líka sko einhver leiti að við erum að einblína á vitlausa lausn, við erum alltaf að skoða hvað er að krökkunum eða þú veist af hverju er þeim að ganga svona illa. Við erum ekki að skoða sko
kerfið sem að stuðlar að vellíðan og hvernig þeim gengur í skóla. Þetta með það ekki vera sanngjarnt hvað þessari skýrslu því að það var mjög vel tekið fram að voru bara tillögur frá krökkunum og hvernig þetta vera og til dæmis ef ég vil bara, ég búin að sitja á lengi má ekki bara fara út og spila svona fótbolta og koma svo aftur inn og þannig að það var einmitt verið að hlusta á krakkanna í þessari skýrslu sko. Já, einmitt. Það svona formgerð skólans, það ekki beint svona fjármagnun af vandinn og þú veist eins og við vorum að tala áðan bara hvert fjármagni fer. Að ég man að Þorvaldur Gylfason hann talaði líka bara að í Noregi að þá fer 80% af auðlindarentu olíunar fer til ríkisins, 20% til þeirra sem að nýta olíuna eða vinnana og svipa gerist í Sádi-Arabíu. En hér þá þessu öfugt farið sko, þú veist, þá fer 90% til Samherja og Brim en við tökum 10% í ríkiskassan. Líka bara, þú veist, varðandi þarfir barna í skólum, þú veist, kannski einhverjir sem eru með einhverjar sérþarfir, þú veist, vilja kannski láta kíkja á sig í greiningu, eiga erfitt með að einbenda sér, biðlistar eru ógeðslega langir, þú veist, innviðir eru undir ógeðslega miklu álagi og þetta vanfjármagnað, það einhvern veginn svona helst allt í hendur og þú komst einmitt inn á þetta líka, þú veist, þetta álag á innviði og einhvern veginn það samt alltaf börnunum að kenna? Nei, við erum að horfa á vitlaust vandamál sko. Já, ég upplifði rosa sterkt þegar eins og sagði þegar ég flutti hérna heim frá Bandaríkjunum þar sem að strákarnir mínu voru í mjög góðum skóla bara public skóla, almenningsskóla sem eru vissulega hrikalega misjafnir í Bandaríkjunum sko, það fyrir alveg eftir í hvar þú býrð og það eru svona efnahagslega forsendur fyrir því sko, en þeir eru samt sem áður bara funded af rík eða sem sagt af bæjarfélaginu eða fylkinu og en sko að þar sko skóli sem að þeir voru í að það var svona alveg gegnumgangandi var ofsalega virðing borin fyrir skólanum, fyrir náminu, fyrir kennurunum, fyrir stjórninni, fyrir skólastjórnunum og þetta var ofboðslega vel hugsað þetta, vel rekið, gott sem sagt krökkunum leið vel og kennurunum og þetta er bara svo ég kom hérna til Íslands og ég bara svona ég ætlaði ekki að trúa því hvað þetta var vont ég var bara í áfalli. Já, ég bjó í nokkur ár í Bretlandi, ég hef svona svipaða sögu að segja þar af skóla og svona umgjörðinni, hvernig foreldrar nálguðust skólan, hvernig börnin nálguðust kennara og hvernig svona strúktúrin var sko á skólanum, samt var það sko 80% innflytjendur í þeim skóla og bara talandi svona álag á innviði og enskukennslu og það voru konur í burka sem komu með börni skilur, þarna var bara öll flóran af mannlífinu en svo aftur á móti ef við ætlum að tala læsi, sko Bretar til dæmis byrja mjög snemma að kenna lestur þannig að eldri dóttir mín byrjaði að læra 1 staf á viku þegar hún var 4 ára þarna í skóla 2 árum seinna fyrir systir hennar í sama skóla og þá lærir hún 3 stafi á viku þannig að það er rosa pressa að læra að lesa og mikið svona heimavinna tengt því en Bretar skora alltaf mjög neðarlega í PISA-könnunum á meðan Finnar sem að byrja að kenna að lesa 7 ára skora yfirleitt mjög hátt og þá sko leikur og listir hafa meira vægi í þeirra námskrá heldur en Bretar og Íslendingar. Ekki kenna börnunum að lesa. Já, ég reyndar las einhvern tímann grein tungumálið þar sem var vísað í lesendabréf sem bandarísk móðir hafði sent í tímarit eða dagblaði Bandaríkjunum þar sem hún hvatti foreldra til þess að draga þeins lengi og þau gætu að kenna börnunum að lesa og það væri ekki aftur snúið þegar búið var að læra að lesa og hún sagði sko farið bara inn á hvaða listasafn sem og sjáu þið annars vegar ólæs börn sem ganga að listaverkunum, hvort það eru málverk eða styttur eða innsetningar og skoða verkin og byrja að tala þau og skoða þau frá allum sjónarhornum og sjáu þið svo foreldrana þeirra sem að leita einhverjum litlum hvítum miða hliðin á verkunum og fara að lesa þau sko. Þannig að ég hafði svolítið gaman að þessu en bara í tengslum við þessa umræðu sko, skólakerfi og aftur segi ég hef ekkert vit á þessu og ég bara, mér finnst meira sem ég mögulega bara best afsökunar að hafa sko í að það var ekki verið að tala nóg við krakkana við gerðum þessara skýrslu sko, ég sá þetta bara með þessi 7 viðtöl sko, en ég var svona myndur á það daginn hvaða getur verið flóki að vera sko, úlingur að þú ert akkurat sko, þú ert þarna á milli, stundum ertu fullorðin og stundum ertu barn og það er stundum ætlast til þess að vera að þú hagir þér eins og fullorðin og stundum eins og barn og kröfunar einhvern veginn það er handahófskennt svolítið oft hvernig kröfunar eru og ég var staddur í matarbúð og tek eftir það fullt af úlingstrákum sem eru að koma
standa fyrir utan því ég gengi inn í búðina og ég fer inn í búðina og kaupi nokkra hluti og tek eftir að það er maður, starfsmaður í búðinni eða eigandi eitthvað svoleiðis sem að sko hleypa einum úlingsstrák inn og halda þeim fyrir utan sko hinnum. Og ég fer svona að hlusta með öðru hvað í gangi og þá fer hann að segja við strákuna já það er bara búið að vera svo mikill þjófnaður hérna í búðinu upp á síðkasti. Bara hópar af úlingsstrákum að stela í búðinu. Og ég segi bara við mannin ég er ekki vissum að þú meigir mismunna þessum strákum á þessum forsendum vegna þess að þeir líta út einhvern veginn eða þeir eru á einhverjum aldri. Þú segir bara þú dregur bara það álit einhverju úlingar hafi verið að stela og hvatti strákana til að hafa samband við umboðsmann barna. Þetta var svona bara sko, myndi mig á það að þetta er sko þetta að vera svona milli, að vera stundum barn og stundum fullorðinn, að kröfurnar verða mjög óskýrar oft og ósanngjarnar og þú ert akkurat, sko, það er ekkert mál að mismuna þér á þessum forsendum sko. Þannig að ég held að þetta sko tala máli úlinga oftar. Því sagði þið væri fyrirmyndir ég vona ekki sko. Má ég skjóta inn svona kallakultúr og svona mér finnst eins og að sé eitthvað svona sveifla kom reyndar í umræðum forsetakosningarna og myndband sem að ég Halla Tómasdóttir eða börnin hennar höfðu sendt það sem að voru svona einhverjir gaurar að ganga einhvern veginn út úr bíl og kasta lyklinum í einhverja stúlku og hrinda annarri og eitthvað svona. En þú veist, þessi svona ungherra kultúr sem að maður sér til dæmis, ég veit ekki hvað þið hlustið á Frosta Logason eða Snorra Másson sem eru svona podcastarar. Það vera svona, það er eitthvað að renna til í karlakultúrum. Þú strákarnir þínir eru ekki svona unglingar og verða ungi menn? Jú, 14-18. Já, ég heyri og les þetta, þú veist, sem þú ert að vísa í sko og þekkit ekki af eigin raun en ég held að mér finnst það að orðið rosalega miklar þú veist, eftir MeToo-byltingin og það sem gerist í kjölfarið henni er ofboðslegt stökk á rosa mörgum sviðum í jafnréttismálum og ég held við séum bara að horfa á backlash, þú veist, andspyrnu gegn því, ég meina, sem er, þú veist, það er bara eðli lífsins sko og ég held að við séum samt komin einni tröppu ofar sko. Þá svo sem að síga niður hliðina. Ég held það sko, en ég meina það er full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því og halda áfram, þú veist, það þarf, þú veist, eins og Hegel segir með þú veist, hvað er það, Þessurnar allar? Já, þessurnar, 3 þú veist, ég meina þetta er bara, þú veist, það kemur hugmynd og svo kemur gagnhugmynd og svo verður eitthvað niðurstað og síðan byrjar það bara upp á nýtt, þú veist, þetta er eilíft, það er aldrei, við erum aldrei komin á okkur endastað og það eru einhver tákn á lofti það sé að gerast í þessu og líka í réttindum samkynhneigðra og trans og víðar sko. Það er svona svolítið andmenningar bakslag eitthvað, það er svona stemming að jafnréttis bakslag held ég að við fyrir að mannús. Ég hef reyndar hlustað á Snorra og Frosta og svo þau með þetta skoðana bræður, Snorri og bróðuraspektur og það er bara svona eins og predikun sko. Þetta er svona annars eðlis, Snorri ritstjóri og skoðanabræður en það er beinlinis náttúrulega bara verið að leggja svolítið þessa línur sem við höfum verið að ræða hér það er verið að undirbúa eitthvað svona jarðveg þannig að ég myndi segja að skoðanabræður væru ef þú hefur áhuga Snorri að hlusta á þetta sko því þetta er Myndirðu mæla með því að syni Snorra hlusta á það? Nei, ég myndi mæla með að ég meina til að gagnrýna þetta mér finnst þetta er algjörlega svona bara blatant áróður það sem að Snorri talar svona í allavega svona eldri bróðurs stundum föður. Ég held að Snorri sé yngri. Nei, föðurlegum tón. Já, hann er það ekki. En ég held það víst. Er það? Ég held það. Ég held að hann talar allavega við Bergþór eins og litla bróður sinn. Í svona föðurlegum tón sko, en þar eru þeir að fara svona yfir 18. aldar sögu, þú veist. Og er að tala svona gildi sem eru síðan þekkjast hjá bara öfgahægrinu og svona fasísk, þú veist. Já. Gildi sem þeir eru að reyna að greiða veg innan okkar samfélags líka bara eins og Frosti kemur úr aðeins annarri átt kannski. En þetta er náttúrulega klárlega eins og þú segir, þetta er bara þetta bakslag sko í kvenna og réttindabaráttu. Þeirra sem eru ekki hvítir fjárhagslega sjálfstæðir karlar eða fjárhagslega sjálfstæðir karlar hvar sem er í heiminum. Talandi um bakslag, VG með 3,3% fylgi. Hvað verður VG?
Ég held að þau séu bara í svolítið ómögulegri stöðu akkurat núna. Tökum bara hvalveiðar sem dæmi. Ef að Bjarkey leyfir hvalveiðar, þá eru þau bara búin. Myndi ég segja, að því að ég held að þessi litli kjósendahópur sem er, þessi 3% sem er eftir, er almennt á móti hvalveiðum og þetta er svona síðasta gildi sem að VG getur haldið í og sagst hafa haldið í út allt kjörtímabilið. Ef hún leyfir ekki hvalveiðar, þá verður sjálfstæðismenn brjálæðir og mögulega slíta stjórnarsamstarfinu. Ég veit ekki, ég er eiginlega hætt að pæla því hvort þessi ríkisstjórn sé að fara að springa eða ekki. En ég er bara svona, þú veist, vissum við ekki öll hvað myndi gerast. En Leni, gengur það að segja við svikum alla nema hvalina? Nei, bara alls ekki. Þú veist, þetta er flokkur sem að byggðist upp á einhverjum ákveðnum gildum, vinstri, græn, jafnrétti, allt þetta, þú veist, þau hafa og friður, þau hafa tapað þessu öllu saman síðustu 2 kjörtímabil og ég veit ekki hvernig þau ætla að koma tilbaka eftir þetta, mögulega með því að kjósa nýja forystu en þau vera heppin að þau náðu upp í kannski 6-7%. En er ekki tími, sko, ég menn þetta náttúrulega leifarnar af Alþýðubandalaginu og sem er, þú veist, leifarnar af kommunismannum og er þetta ekki bara búið að ganga sér til húðar og þetta er bara búið? Ekki sú hugmyndafræði, sú hugmyndafræði kannski, en ég meina flokkurinn sem slíkur, sko. Já, flokkurinn sem slíkur, vissulega. Já, ég meina það, sko, ég er ekki að meina... Þetta er flokkur sem fekk, sko, yfir 20% í kosningunum 2009. Já, ég veit. Yfir 17% í kosningunum 2017. Sko, Alþýðubandalagið var yfirleitt svona á þessu svæði, svona 17-18% sko áratugum saman. Það var alltaf stærri flokkur heldur en Alþýðuflokkurinn. Það er náttúrulega staða á Íslandi að róttakari flokkurinn er stærri heldur en kratarnir, sko. Nú hef ég aldrei, sko, tilheyrt stjórnmálaflokki og veit ekki alveg hvernig það virkar. Hefur aldrei kosið? Bara, ég man það ekki, sko, en Þessu baldur? Já, ég hef nú sjaldan kosið, en sko, það sem ég finnst alltaf áhugavert er að annars vegar, hann bara blasir við að það hefur, þú veist, að Katrín Jakobsdóttir varð svona einhver bara allt og stórt andlit þessa flokks. Þetta varð ákveðið svona köld í kringum Katrínu. Og ég man bara eftir, ég man ekki hvort það voru kosningarnar 2017 eða 2021, ég held að vera 2021 því ég var að taka strætó og maður sér allar þessar kosningaauglýsingar. Það sáust engir aðrir úr VG en Katrín fyrir en bara degi fyrir kosningar. Fram að því, það voru bara myndir af Katrínu og það skipti máli hver stjórnar. Kannski gerist það óhjákvæmilega í flokkum sem að vinna eftir þessu systemi, Píratar hafa nú reynt að operera einhvern veginn öðruvísi, en það sem ég held að gerist, og aftur segja, ég hef ekki til stjórnmálaflokki og ég veit ekki hvernig það er að vinna þessum vettvangi og fara með völd en sko, maður hefur svona tilfinningunni að sko Vinstri græn hafi gengið þarna inn í þessa ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum á þeim forsendum að það þyrfti að sýna að flokkurinn væri stjórntækur og þyrfti að taka ábyrgð á einhverju upplausnar ástandi í íslensku stjórnmálum og sko það sem ég ímynda mér að ég ætla bara að koma inn að hugsa tilraun sko, sem vinstri maður ef ég ímynda mér, ég sé flokksmaður í Vinstri grænum og ég segi við erum að fara hérna í stjórn, við teljum það mikilvægt, við teljum skipta máli hver stjórnar, þannig að við fáum hérna forsætisráðuneytið. Þetta er frábært fyrir okkur, en þetta er það hættulegasta sem við getum nokkuð tímann gert og við þurfum að vera ekstra krítísk, við þurfum að viðhalda óbærslega krítísku sambandi við þá staðreynd að nú höfum við völd. En það sem hefur blasað við mér, og ég viðurkenni það, ég hef auðvitað lesa ekki hver einustu grein sem birtist í blöðum og fylgist ekki vel með á öðrum miðlum, en sko það sem blasir við mér er að þegar fólk sem einhvern tímann identifikeraði sig með Vinstri grænum, hvort sem það var meðlimur í flokknum eða kausan eða svoleiðis, að þegar það hefur, fólk hefur sett fram gagnrýni á VG, þá er þeim yfirleitt mætt með útúrsnúningi eða sko, já bara ásökunum að fólk fari ekki með rétt mál, einhverju svona hártógunum og jafnvel sko þannig að stundum hafa meira sér stuðningsmenn Katrínar eða VG sko sett eitthvað svona nýjan sko standard, þar að segja sagt sko Katrín Jakobsdóttir hefði geta ákveðið að gera ekkert í stjórnarskrármálum til dæmis, en hún gerði þó þetta og við eigum að vera ábærslega þakklátt með það. Þannig ég ímynda mér að sko annars vera þetta þessi svona köld stemming sem að gera það verkum
að helstu stuðningsmenn Katrínar sem vinstri leiðtoga hoppa átómatist á vagnin að styðja hana sem sko forsetaframbjóðanda, þó að það sé enginn að mínum að sko ætti ekki vera neitt samvikið þar á milli sko, það er þetta markant það hversu mikið persónuköld þetta var orðið og svo eins vegar þetta, þá held ég að þau bara ekki viðhaldi þessu krítiska sambandi við valdið sem þau höfðu og ég ætla að gíska á að það sé ástæðan fyrir að þau eru í þessari stöðu og ég held að eina sem við getum gert sé bara að leika á fiðluna núna. Það var náttúrulega erfitt þegar að markmiðið það að Katrín verði forsætisráðherra, að þegar hún orðið forsætisráðherra þá var það náttúrulega markinu náð og þá var erfitt að gera þetta sem þú ert að segja, að vera krítiskur á það hvernig þú notar stöðuna. Herðu, það kemur í ljós hvernig þú gafur VG. Guð blessi VG. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að koma í hitabylgjuna í stúdíunu og ræða hluti vikunar. Sara, Snorri og Lenja og Snorri, kæra þakkir. Takk fyrir. Takk sem leys. Og hlustendur þakka ég fyrir að staldra við og breyta þessu samtali í fjölmiðlum. Ég bendi á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðunar og það hafið þið gert hingað til með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér. Þá kíkir fólk á það og þar með stekkar dreifikerfi. Þið geti bent á að við erum á Facebook og YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu á Stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og það má sækja þær útasendingar líka á spilaran, það er spilarinn.is á netinu og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum, það sem net og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá fjarskiptafyrirtækinu Símanum. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðina og efni hérðan. Það er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna, þennan umræðu vettvang og fréttamiðil geti gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur. Þið farið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og það getið skráð ykkur. Þið megið borga meirið þið viljið og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og þökkum kærlega fyrir. Framundan er helgadaskráin á morgun í fyrramálið kl. 9, þá kemur Einar Már Guðmundsson skáld til mín og hann ætlar að segja mig frá svona æsku og uppruna sínum og hvernig hann varð sá sem hann er og síðan fylgir önnur dagskrá á eftir yfir helgina. En ég segi bara takk fyrir mig og góð helgi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.